Já, heyrðu, það eru komnir gestir til okkar Steinunnar. Fínir gestir. Já. Já, eins og alltaf hérna. Hérna er Kristín Helga Gunnarsdóttir í bænum, yfirleitt út á landi á sömurinn, ekki? Jú. Já. Ég að fara á morgun. Og Heiða Eiríksdóttir, Hæ. heimspekingur. Já, þú ert rithöfundur. Já. Með meiri. Alls konar. Og Kristinn Sigmundsson, söngvari, eða bassi, segir maður það? Já, söngvari bara. Já. Eða bassi, það er, já. Bara hvað sem þú vilt. Ef það væri kona, þá myndi maður hugsanlega að segja sóbrann. Já, eða söngkona. Eða söngkona. Já. Þú ert sjaldan hérna á landinu? Aðalega, já, sko, ég er nú meira og meira núna, sko, eftir því sem ég eldist. Ég var... Er ekki endalaust að gera fyrir svona bassa sem er svona stóra velli og... Rosalega, þú lappar inn á sviðið sem kóngur eða eitthvað, það er bara að maður trúir því. Já, ég þarf ekki að kvarta. Nei. Já, ég sá þið nú syngja í Los Angeles fyrir alltaf sígjörðin 12 ár síðan. Já. Í Tristan og Ísolt. Alveg rétt. Alveg frábær sýning og þú varst alveg frábær. Ég gleymi því hins vegar aldrei þegar að Tristan rúllaði niður ramp, það var svona rampur fremst á sviðinu, rúllaði niður rampinn og hann var í svona einhvers konar kyrtli og það rúllaðist upp hann kyrtillinn á leiðinni niður rampinn og þá sást í mjög svona fölbleika aðhaldsbrók og við Stefán Karl vorum þarna, þínir gestir og horfa á óperuna og þetta var alveg óskaplega fyndið. Og þið voru ekki friðsasvöldur? Ég meina við sprungum báðir hlátur og reyndar vorum ekkert einum það vegna þess að sko í dauða Tristans þá náttúrulega var svolítið sérstakt að sjá bara í þessa bleiku aðhaldsbrækur sem kannski önnur kelling í salnum var líka í. Merkilegt. Já, en þú varst stórkostlegur í þeirri sýningu. Þetta er flott hlutverk. Já, alveg. Einn kóngurinn enn. Einn kóngurinn enn, já. Þú ert yfirleitt með kórunu í vinnunni? Já, eða sko flokkarnir eru, sko það er kóngur, prestur, pabbi eða hálfviti, eða svona idiótahlutur. Ríkir eru skemmtilegur. Já, auðvitað. Já, svona buffo, svona grínhlutur. En Þú ætlar að hafa svo skemmtilegan þátt og ræða á léttum nótum heimsendi. Já, ég er með eina kenningu saman til óperu. Að óperan muni koma aftur, sko. Að því að það er eitthvað við óperuna þar sem að, sko, þessar aríur, þar sem að fólk svona talar einhvern veginn út í tómið innra líf sitt. Svolítið eins og svona Facebook-statusar. Ég er svona tilfinningur að óperan muni koma aftur og verða svona listform næstu áratuga. Hún er í ansi mikill endurnýjun, sko. Það er mikið af nýjum verkum núna sem eru, sko, alveg hreint stórkostlega. Ég er að koma núna frá San Francisco úr verki sem heitir Innocence eftir Finnstónskáld Kaja Saariaho hét hún og það fjallar hún fjallar eftirmál svona skólaskotríðar, skólaárásar. Einmitt. Hvaða áhrif ekki endilega á, sko ekki skotríðin sjálf heldur hvaða áhrif það hefur á allt samfélagið. Aðstandendur og í rauninni bara, já, allt samfélagið. Og það heitir Innocence en það kemur í ljós að það er engin saklaus. Gífurlega sterkt verk. Þetta er einhver það, sko, magnaðasta drama sem ég hef tekið þátt í. Falleg músík. Já, sko, hún þjónar sínum tilgangi. Já. Hún er ekki falleg, hún er ekki ljót, hún er svona... Já, hreyfir við manni. Hún er svona eins og músíkörsk leiktjöld einhvern veginn, sko. Hún er alltumlíkjandi. Já, nákvæmlega. En er ekki málið mitt að óperan ræður við svona verkefni og eins og þegar núna erum við með Gaza að heit ekki Death of Klinghoffer eftir John Adams sem ég held að sé eiginlega allra besta minnst á útvarpið sjónvarpið að sýna það bara helst einu sinni í viku þá óperu og helst uppfærsluna það sem var tekið bara á location tekið bara upp eins og venjuleg kvikmynd stórkostleg aðferð til þess að fjalla átökin milli Er það nútíma ópera Já, alveg stórkost kórarnir þar eru sko magnaðir og að því að óperan einhvern veginn nær að fjalla eitthvað sem er svo erfitt
til dæmis afgreiða í svona spjaldætti nema þið bresti í söng þá kannski. En sko, ég held líka að ópera eigi svolítið mikið inni sem listform í því að verða tilraunakendari vegna þess að þú veist, öll listform þurfa að endurnýja sig vegna þess að þeir sem að eru að njóta lista, alveg sem að hver hún að þeir breytast með heiminum eins og hann að breytast hratt. Þannig að það sem ég hef verið að sjá af svona því sem ég nú ekki því miður mikið að mæta í óperu en mér finnst oft mjög áhugaverðar sko það sem ég hef verið að sjá sem verið að setja upp af því það verður oft, það að verða tilraunakendara. Það ekki verið að setja endilega á svið akkurat núna, þú veist, einhverjar gamlar rómantískar sögur sem voru einu sinni, það eina sem að manni datt í hug varðandi óperur eins og þú ert að lýsa þessu. Þetta er það sem þarf sko. Það þarf svona endurnýjun. Já, þessi, sko, þetta ópera, San Francisco óperan svolítið mögnuð með það að hún blandar saman, sko, 50-50 í rauninni, sko, nýju óperu og þessu klassíska gamla repertoari. Og þá gjarnan í, sko, nýstaflegum uppfæslum með þetta. Það ekki... Eins og þetta var einhvern tímann, að þá var verið að flytja ný verk. Já. En síðan náttúrulega bara öll klassíkin festist svolítið í því að vera alltaf að spila það sama aftur. Ég las einhvern kenningu það að þetta verið LP-plötun að kenna. Að þegar LP-platan kom þá var hægt að hlusta á óperu og heilu sinfóníurnar heima að sér. Og þá komu áhorfendur og vildu heyra það sem þeir heyrðu heima. Og þá minnkaði þolið fyrir sko nýrri músík. Og fólk vildi koma og segja, já, mér fannst hann ekki alveg eins góður píanistinn eins og í hinu. Og var eitthvað svona, allir eru svo rosa gáfaðir. Það er svona músíkin svolítið svona leið fyrir þetta. Það verður alltaf að endurtaka sama. Ég held líka, maður sæki í klassíkina líka vegna þess að hún fastu punktur og svona þráður á milli kynslóða og einhvers konar sefun í kaotískum heimi að geta horfið til þess að heyrið sem barn sem ammaðin og afi hlustu á og einhvern veginn ekkert breytist þegar þú situr bara og hlustar á Rigoletto eins og við förum alltaf á vínartónleika þeir eru alltaf eins og það er eitthvað svona það er einhver heilun í því bara að hitta ekkert nýtt, þetta er bara eins og það var alltaf. En það er náttúrulega alveg stórkostlegt sko að hafa þennan arf, hafa þessa músík að sækja í og ég held að nútíma, til dæmis þeir sem eru í nútíma tónlist, þeir byggja á einn eða annan hátt á, jafnvel á Bach. Og því sem gerðist eftir hann. Þungarokki líka bara. Það er nefnilega þannig. Kvikmyndatónlistu meira og minna Schönberg, þar sem hann kom með til orð út. Heyrðu, ég varð alveg eyðilega eitt kvöldið daginn þegar ég hugsaði sko að því að sagan skrifið að Sigurvegurunum og það varðveitist svona sem að mest hampað á hverjum tíma. Hugsið ykkur alla fallegu músíkina sem hefur týnst í heiminum. Finnst ykkur það ekkert svakalega? Og allar merkilegu bókmyndirnar og allar fallega sem verið búið til sem að aldrei fekk að sjást og aldrei var haldið á lofti. Ég var alveg eyðilega yfir þess alveg bara í nokkra klukkutímum daginn. Allir fegurðinni sem við höfum farið á mis við, Verdi er góður fyrir sinn hatt en kannski voru einhverjir þarna höfundar sem að bara allt er glatað frá. Það er margir til dæmis sem að nasistarnir sko bönnuðu. Aldeilis. Það er... Aðrir sem þeir hömpuðu. Sem þú voru mikið sungið. En sko, en þetta að syngjum tilfinningar sína, sko. Þetta svona brandar á mínu heimili, krakkarnir mínu segja svona, ég veit ekki alveg hvað ég hugsa, ég bara syngt það og það bara hættir sem að ég geti að syngja það. En þetta svona oft í vinahópnum og þá byrjar fólk að segja, ég veit ekki hvað ég á og svona þetta losar svona Ég held að við ættum bara að fara að syngja meira tilfinningar okkar þegar við vitum ekki nákvæmlega hvernig við erum að koma því orða því þá kemur ritskoðunin inn og viljum ekki segja eitthvað vitlaust. En þegar við bara æpum það út og syngjum, ég held að við eigum að fara bara að losa tilfinningar meira með söng. Krakkar gerir þetta? Já, krakkar gerir þetta. Þeir söngla. Ég var lítil og maður var á leiðin í skólan og hélt maður einn í heiminum. Þá sönglaði maður alla leið. Maður söngla og krakkar gera þetta. Eru þið að segja að þið gerir þetta ekki lengur eða? Ég er alltaf sönglandi Ég reikna alltaf með þessu þegar ég er að labba eftir Krautsgötunni að ég sé raunverulega í dans- og söngamynd allt í einu á þriðju hæð opnist glugginn og þetta byrja að syngja Er þetta þú Gunnar Smári hvað segir Ég er bara alltaf að hissa að þau eru bara einhvern veginn ekki byrjuð eða eitthvað Mér finnst rosa gott að vera í svona stórmarkaði þar sem er rosalega mikið stress fólk er kannski alveg búið að missa sig í því að vera að reyna að gera allt og mikið á föstudegi eða eitthvað og fólk í bílum á leiðinni í eitthvað ferðalag og eitthvað svona og ég náttúrulega
komin út úr þessu öllu, á ekki bíl og bara að reyna að vera ekki í stressi aldrei, það bara gott fyrir mig. Ég söngla til þess að útiloka sko ef ég ekki kannski með tónlist í eyrunum. Syngja burtu illa anda, það hefur verið gert. Já. Nei, líka bara vera í bónus og byrja bara eitthvað að vera bara eitthvað að raula. Það held að hafi bara dálítið góð áhrif líka. Það bara svona nullar svolítið út stemminguna. Bónus, ég flauta alltaf í búðum, ég bara veit hvað það, ég blístra bara með ég að versla. Svo var ég daginn. Getur við fengið tóndæmi? Ég bara... Já, nákvæmlega. Og alls konar bara upp á mér og svo var ég mitt bara við mjólkukælinn, sé ég einhverja konu í Krónni sem að flauta og alveg eins og ég að blístra og ég þurfti bara að koma til hennar og segja gaman að hitta þig, þú blístrar í búðum eins og ég og hún alveg, ég gerði þú þetta líka. Svo flautuðum við bara í sikkur áttina. Þetta er hérna bóku í smásögum, blístrað í búðum. Blístrað í búðum. En margt eldra fólk gerði þetta að svona humma og svona raula fyrir munni sér og það er einhver svona sefjun í þessu og einhver svona eitthvað svona róa sig eða svona, þetta er örugglega hollt sko. Já. Svo getur maður skipt út svona umhverfismúsíkinni. Ég manna í æfinni þá þurfti ég að ferðast mikið og þá er maður með eitthvað í eyranu og er á svona, þú ert alltaf að ferðast og draga þetta á eftir tösku á flughöfnum og svo er maður kannski með Arvo Pärt eða eitthvað og þá sér maður að mannlífið er eiginlega sko, það er eitthvað guðlu forsjón sem maður stýrir þessu. Svo skiptir maður yfir í einhvern mínimalisma og þá fyrir maður þessi bara velrænt og sálarlaust. Ég gerir þetta sama sko. Svo skellur maður yfir í Bach og þá allt í einu fer þetta tilgang aftur. Músíkin bara er Já, hljóðmynd skiptir rosa miklu máli. Ef það er ekki hljóðmynd í lífinu þá er maður bara ekki neitt. Brian Eno er alveg ótrúlega góður fyrir bara allar aðstæður. Það er bara, ef maður hefur hlustað mikið á Brian Eno, það eru svo margar mismunandi plötur til sko og þetta er bara mín svona go-to þegar ég er að ferðast. Bara skella Brian Eno í og þá verður allt í einu allt að bara sögunni sem að ég er að labba í gegnum. Já, þetta er eiginlega sjálfshjálpar þáttur ef þið áttu ykkur á því. Að ef að þið eru döpur í lífinu, skiptir bara lag. Skiptið innra lag. Við getum búið upp á skiptið bara lag. Kristín Helga býður upp á blístur og bara blístrar sig í gegnum hlutina. Stefán Karl átti ömmu sem var alltaf Hummari. Hummari geta verið. Hummari. Getur kannski búið okkur upp á hvers konar söngstund að þú heyra? Ég er bara eitthvað svona Og þú ert náttúrulega alltaf að læra utan að einhver Ég er alltaf að æfa mig, sko. Já, og þá koma svona ein og ein strófa svona. Syngur ekki í baði það? Nei. Nei. Þetta er svo trésmiður sem gerir aldrei þeim að þessu. Nei, það er þannig. Já. Ég veit kannski að ég syng ekki nema ég fóði borga fyrir það. Já. Og fyrirfram. Já, helst. Já, en það eru, að því þetta er sjálfshjálpa þáttur og við erum svona sjálfshjálpa gúrúar í dag, þá er örugglega mjög gott að lækna sig með því að nýta röddina, bæði í söng og tali og maður heyrir þetta dálítið á mæli fólk, hvort að fólk er með klemmda raddir, af því að ég var svolítið að leika mér að því núna síðasta vetur að horfa á fréttir en ekki með hljóði. Fylgir svona með látbragði fólks og það er bara því ég leikari, ég hef áhuga á því að sjá það og maður sér ýmislegt, maður pikkar ýmislegt upp þegar röddin er ekki. En svo líka þegar maður hlustar á raddir fólks þá er líka eitthvað í röddum sem er trúverðugt, ótrúverðugt, ekta, óekta þegar maður byrjar að leita eftir. Það er svona mikill sannleikur sem kemur í gegnum tjáninguna og Kristín er náttúrulega með rödd sannleikans. Já, ég veit það. En það vinnur hans að vera kóngur og prestur og bara autoritet eða idiot. Já, en sko ég er svolítið svona næm fyrir tíðni raddar. Þegar þú talar, þá svona resonerar það hérna á brjóstsvæðinu hjá mér sko. Því ég finn vel þú bara fyrir hlýðir. Já, þú gætir sennilega komið mér til að gera alls konar hluti með þessari rödd, sko. Já. Gott að vita þetta. Já, fengið mig til að ganga einhverja hreyfingu eða gangast einhverjum trúarbrögðum á hönd. Því að Steina sagði þarna með að vera svona tínd tónskáld og svona.
og svona hugmyndunum það að verði búin til eitthvað fegurð í lífinu. En við svona missum af henni að því að við segjum, þetta ekkert sérstætt. Og við missum af kannski einhverju stórkostlu verðmætum. Þetta svona svolítið sorgleg sýn á Mannkynssöguna. Haldið þetta sé þannig? Að við bara sjáum ekki allt sem að það kannski síst það sem mestum máli skiptir? Nei, sko, það alveg klárt mál að það fullt af músík sem eins og ég nefndi áðan, sko, sem til dæmis nasistarnir bönnuðu. Tónskáld sem hét Franz Schreker, hann var svona einhvers konar blanda af Richard Strauss og Puccini, samti frábæra músík. Og svo voru, ég kann haldi áfram svo þetta hefur verið gefið út, sko, Dekka var með útgáfu það sem var sko bönnuð tónlist, eða endartete músík, eins og úrkynjuna tónlist, sem sagt. Eitt verk sem að ég man eftir ég tók þátt í, það algjörlega stórkostlegt, hét Keisarinn af Atlantis, eftir Viktor Ullmann. Ullmann þessi, hann var gyðingur og hann var sendur í fangabúðir eins og svo margir og þetta samið í Theresienstadt fangabúðunum. Og þetta sett þar upp, það var í rauninni parodía á Hitler, makalust stykki og það var keisarinn af Atlantis, það var Hitler, Kaiser überall. Og hljóðfæraskipanin í þessari óperu mjög sérstök, það fiðla, það harmonika, trompet. Bara það sem var til. Já, bara mjög frumstætt. Banjo meira að segja. Og það gengur út af það að dauðinn fer í verkfall. Hann neitar að hann bara, fólki deyr ekki lengur. Og þá náttúrulega verður uppþótt hjá Hitler og vinunum, sko, að þeir verða valdalausir. Þeir get ekki drepið fólk. Wow. Það er komin upp alveg hræðilegu sjúkdómur. Fólkið deyr ekki lengur. Eilífleikinn hefur tekið völdin. Wow. Hræðilegu sjúkdómur, fólk deyr ekki. Og þetta er líka svolítið magna fyrir það að ég söng dauðan. En það voru nokkra, ég man ekki hvað margar, 6 persónur í þessu. Það dóu allir í fangabúðunum. Þetta var reyndar, sko, þetta komst aldrei lengra heldur en að generalpröfu. Það voru einhverjir fangabúðastjórar sem náttúrulega þurftu að setjast inn og þá var verkið, já. Ullmann gat einhvern veginn komið, sko, afriti af verkinu yfir á einhvern annan sem að geymdi það fram yfir stríðslok. Það dóu allir í þessum fangabúðum. Þeir voru sendt til Auschwitz, held ég, frá Theresienstadt átt að vera svona fyrirmyndafangabúðir, sko, sem sýndu Sameinuðu þjóðunum eða Rauða krossinum öllu heldur. Hinn fagra framhlið. Já, einmitt. En það dóu allir, sem sagt, nema sá söngvarinn sem söng dauðan. Hann lifði. Svolítið magnað. Grótesk svolítið. Já. Og Það er náttúrulega skelfileg tilhugsun, eilífleikinn bara yfir höfuð, sko, ef að mannkynið hætti að deyja og við myndum bara hrannast upp. Þetta hefur verið bara mjög mikið sci-fi. Já, þetta er algjör sci-fi. Eins og fólk sem er að gera, sko, mjög svona nýstárlegar myndir, kvikmyndir akkurat núna. Kvikmyndaiðnaðurinn er náttúrulega Hollywood sem að allir sjá og svo er allt hitt sem að fólk sem er að grúska í kvikmyndum leitar í og þá eru oft svona sci-fi myndir þar sem einmitt verið að velta upp allskyns möguleikum, hvað ef. Og hvenær þetta skrifað þá? 30? Þetta skrifað 9-40? Já, 40 eitthvað, sko. Já. Og þetta er alveg, þetta er ofboðslega sérstök sýn á að búa til sögu á þessum tíma. Gæti alveg verið skrifað bara 2018 sem kvikmyndahandrit. Sko. En er ekki öll varðveisla sögu í heiminum tilraun til að einhvern veginn til eilífleikans? Einhver leiti. Já. Það er rithöfundar síðan að skrifa Nei, ég er að tala við erum að reyna að rifja upp sögun og halda í söguna, við erum að fara á vínatónleika, halda í eitthvað sem var gamalt og gott. Er þetta ekki einhver tilraun til þess að sko fara á mótið því að við erum öll dauðleg, en við erum að reyna að fara á mótið því með því að halda svona mikið í allt það gamla og... Kannski eru listamenn alltaf að reyna að stoppa tíman fyrir komandi kynslóðir. Nákvæmlega. Til leiðbeiningar fyrir þá sem að koma á eftir. Já. Ég er alveg sammála því. Reyna að halda þræði. Og ég held að óttin eins og í samtímanum í dag
voða mikið í allir þessar upplýsingaóreiðu Upplaust söguna. að missa þráðin, að við séum að missa þræðin. Upplaust söguna. Já. Ég ætla bara, sko, vegna þess að ég fekk, ekki fyrir löngu síðan, var mér færður hlutur að gjöf sem fór á milli langafa míns og langafa minnar. Og fyrir tilviljun var komin í hendur bara manneski hérna í Reykjavík sem færði mér hann tilbaka. Og nú velti ég því fyrir mér, ég mun láta þennan grip af hendi til minna barna og segja þeim hvaðan hann komin. Hann sérst komin frá langafa mínum og langömmu. Börnin mín munu kannski geyma þetta og láta sín börn frá, en svona, það mjög stutt svona í heimstímanum, hugsa heimstíman, þá mjög stutt þangað til að þessi hlutur glatar allri merkingu. Og þetta ekki svona með alla hluti? Ekki, þú veist, einhvern tíman í ókominni framtíð þá verður verði ég ekki lengur með, til dæmis. Ég get ekki ímyndað. Þetta stór spurning. Nei, ég bara held það. Ég held að sko gjöreyðing alls sem sé raunveruleg, skilur að þú veist, við séum að glata raunverulega. Erum við samt ekki að rogast með alls konar muni bara aðrar þjóðir sem eiga kannski svona starri fortíð með kastala og kistur og fjársjóði? Það eru munir sem að ná langt aftur í aldir og hérna svo sallast þeir líka niður og jafnvel í jörðu. Það sem fallegt við Ísland og söguna, að við höfum ekki svona minjar. Mér finnst alveg ömurlegt að vera að grafa upp einhverja minjar og svona. Mér finnst því að láta það bara liggja. Því að sagan okkar bara hérna í hausnum, sko. En við eigum... Við erum ekki með einhverja píramíta eða eitthvað svona drast. En við eigum náttúruminjar í stað. Við eigum kunnum ekki að varðveita fornleifauppgreftri? Æ, ég meina, fóruð þið ekki að Þjóðminjasafnið þegar þið voru lítil og svona voru hérna... Ég hef mjög gaman hvers vegna það samt ömurlegt? Ég spyr, hvers vegna það ömurlegt? Af hverju það ekki eitthvað sem maður ámynd að vera að skoða aftur og aftur og svo alltaf að vera sko... Píramídana? Já, eða bara þú veist, allar fornminjar í raun og veru vegna þess að þá ertu í raun og veru að fá innsýn inn í það hvernig einhver annar lifði og annarkvort læra af því til hins betra eða til hins verra og vera að rifja upp við og geymum rýma sögunar hér, sko. Já, við deyjum, en það eru hlutirnir lifandi sögunar. Já, kannski ekki. Einhvers konar versjón af henni, sko. Kannski geta fornminjarnar svona sagt okkur. Þarna komu þeir yfir hæðina á restónum og riðu eitthvað svoleiðis. Já, bara svona munir eins og klifberi og hérna allir þessi verkfæri sem eru farin og horfin. Ég er ekki mjög heitur í þessu en ef við viljum grafa þetta upp þá með mínu. Nei, ég held að mikið af þeim upplýsingum sem að koma upp úr jörðinni sé að segja okkur að við erum alltaf að finna upp sömu hlutina. Já, bara á misjöfnum tímum. Þetta er svo frábært. Já, ég held nefnilega að þetta sé bara að við séum alltaf að sjálfstortíma okkur og byrja på nýtt og sjálfstíma. Ég held að það sé eðlilega lífið. Við erum alltaf lífið að vera lífið og við lifum og deyjum og allt með okkur. Og það mikill lærdómur í því í raun og veru að vera í raun og veru alltaf að skoða jörðina og vera svo að skoða fólkið sem á jörðinni og það fólkið sem sem sagt ekki eilíft. Það nefnilega þannig. Þá komum við eiginlega aðalefni þáttarins sem eru það að það rík tilfinning margra í dag að við lifum það sem kallað áhugaverðir tímar. Er það ekki alltaf? Ég held að sé núna að við erum ekki nær kjarnorkustríði heldur nokkuð að verið. Það hugmyndin að jörðin eyðist sem var eiginlega bara ekki til nema í góðsögum áður. Já, erum við nærði í kjarnorkustríði núna en þegar við dinna til mér vorum litlar? Ég held að það sé bara engi sem efast það. Nei, ok. Og náttúrulega náttúruvá öll. Náttúruváin. Upplaust samfélagana í okkar heimshluta. Einhver leit erum við að fara aftur í kunnuleg stef frá 4. áratugnum. Hvernig upplifið það að við séum að lifa, hvað heitir það, voveiglega tíma? Já, það situr svo í mér, það sem að ég tengir því sem við vorum að tala áðan. Ég las, og hefði átt að vera búin að lesa fyrir löngu, Veröld sem var, eftir Stefán Zweig. Heyrðu, ein mín uppáhaldsbók. Þvílík lesning. Já. Og þar kemur svo, þegar hann lýsir uppgangi nasismans og tímanum, fram að þeim tíma öllum, þetta kalla svo gjörsamlega á við það sem gerist hér. Þá ég var nú í Bandaríkjónum þegar ég las þetta og þarna þessir
ribaldahópar sem voru sendir út til að berja á gyðingunum. Þetta svona nákvæmlega það sama í Bandaríkjunum núna, eða var sko fyrir nokkrum árum, Proud Boys og þetta lið sem að gekk og barði fólk og tók síðan það og ætlaði síðan að kollvarpa halda Trump áfram í embætti með 7. janúar. Og allur þessi ruddaskapur, þessi já, það er náttúrulega heift sem býr til fasisma. Já. Það er bara þannig. Þetta er alltaf komið. Er það ekki heimska frekar en heift? Já, en þessi heift er náttúrulega heimska. Af því þú þarft ekki að vera þarna. Þú þarft ekki að vera búin að taka þessar rosalega svarthvítu ákvarðanir heiminn. Það þýðir að þú ert í raun og veru ekki búin að skoða heiminn í alveg. Þetta er einhver rosaleg hræðsla við það að allt verði tekið frá þér sem að gerir það að verkum að fólk getur að hatast svona út í annað fólk. Þá verður til heift. En er þetta ekki bara merki hrunið samfélag að þetta er afleiðing fasisminn? Það er ekki verið að láta öllum líða jafn vel í heiminum. Það er alveg á hreinu. Ég held að þetta sé einmitt eins og segir merki hrunið samfélag vegna þess að eftir því sem að svona veður eru válindar í veröldinni og styrjaldir bloss upp hér og hvar út af, já við erum náttúrulega að horfa á sko loftslagsflóttamenn og bara já, mun svona erfiðari átök heldur en við höfum gert mjög lengi og þá er þessi tilhneiging til að kjósa yfir sig þá sem að ætla að keyra partí á fullir ferð, lofa öllu fögru og við förum einhvern veginn sem samfélag eða sem heimsbyggð alltaf í öfgarnar. Ég held þetta að gerst áður, ég held að sagan endur taki sig alltaf eins og segir. Nema einhver breyti einhver í grunn hugsun. Já. Og við þurfum að fara að þanga til þess að geta byggt upp eitthvað sem endar ekki þarna aftur. Já, en taki bara til samfélagsumræðinni hér, hún er allstar eins, hún er eins í þessum löndum sem að hún búið að mikið kostningar núna út alla Evrópu, að samtöluna er alltaf litlimálin og bara svona metra á sekundu og prósentur og svona samtöluna er aldrei stóru myndina, risastóru myndina. Er alltaf svona litlu hlutina og við náum okkur aldrei út í til dæmis bara eins og við látum núna í öllum þessum grænþvóttavélum sem er í gangi út allt að það má aldrei tala það að hægja á vélunum, tóna niður neysluna, breyta algjörlega samfélagsmyndum. Þessi umræða er ekki neinstar í gangi meðal ríkisstjórna. Ótrúlega áhugavert. Já. Já. Þannig að Já, það er ekki kosningavænt, það kýs enginn kýs það enginn yfir sig. Nei. Að hægja á vélunum. Að hægja á vélunum. Minka hagvextinn. En þess vegna er svo mikilvægt þetta með rokkana og klíbrana að ég oft er að hugsa með mín litlu barnabörn. Amma mín fædd 1888 í Afdal í Dalasýslu og mamma mín meira segja sem er bara spræk og var að koma ferðalega í gær, hún er fædd 1935 í Torfbæ inn í Dölum og ég horfa á litlu barnabörnin mín, þau hafa enga tengingu við þetta samfélag, enga tengingu við litla sjálfsþurftarbúskapinn og einhvern veginn þar voru vélarnar ekki eins hraðar eins og í dag, þannig að það tapa þessum þræði held ég sé líka hættulegt fyrir samfélag. Það þráði fólki ekki að þetta væri aðeins hraðar. Jú, kannski. Þetta líf þarna í Dölunum, það mætti vera aðeins meirum að vera. Ekki þetta. Það er millivegur samt Við erum ekki þar. Gleðin yfir lopasokkunum í jólagjöf og svona. Vilja aðeins meira. Geti ekki fengið aðeins meira. Ég hugsa þeir sem fóru, þeir voru að leita að ævintýrum. Já. Og við erum alltaf að því og við viljum alltaf meira og meira og meira. Það er einn af því þessu slæma við nútíman líka þetta sambandsleysi við náttúruna. Við erum ekki læs á umhverfið okkar, ekki læs á náttúruna yfirleitt. Ég kendi líffræði á sín tíma í menntaskóla og var eitt af því sem ég talaði var mengun og
Í MS, ég var í tímum með honum. Varstu það? Já. Og man ekki eftir neinu. Nei, ég veit ekki. en eitt af því sem að þá talaði ég um þetta samspil sko mengunar og hagkerfis eða hagvaxtar. Að við værum að fylla heiminn af umbúðum utan af hagvextinum, eins og ég orðaði held ég. Það var klagað yfir mér. Það var sko, rektor kallaði mig inn til sín og sagði að það hefði einhverju foreldrar kvartaði yfir mér. Þú varst að tala um umbúðir. Já, bara því að vera að tala um mengun og Já, hræðabörnin á mengun. Þú verður með kommunista árum að tala illa um auðveldið. Já, án þess að ég fór nú eins varlega í það eins og ég gat, sko. En hérna... Þetta líka á þessum árum þar sem þessi umræða bara rugl umræða. Já, en þá er hann samt að koma upp, sko, Rómarhópurinn, Endimörk vaktarins og það allt saman, sko. En hérna, við erum, og þessar spár sem þar var spáð altså fjölgun og þróun mengunar og svo margt sem hefur komið fram síðan sem að þessi spá hefur staðist, sko. En að þú varst að tala um, við vorum að tala um að hægja á og eitthvað svona, það enginn að tala um að fara einhvern veginn aftur í aldir, en það mér finnst vera mjög mikið hjá ungu fólki löngun til þess að fara að stunda einhvers konar sjálfsþurftabúskap, fara að rækta, lifa á vistvænni hátt og... Já, þetta er akkurat liður í þess sem ég að segja, sko, það er þetta skilningsleysi eða fólk áttar sig ekki á því, sko, á náttúrunni í kringum okkur. Nei. Og hvað er hægt að gera og hvað við þurfum að gera til þess að bjarga því sem bjargaði verður, skulum við segja. En ungt fólk, þau eru einmitt að sækjast í það að kynnast náttúrunni, að mynda tengslin og allt þetta, en brautargengið er ekkert hins vegar. Það er mjög erfitt að ætla sér að fara að stunda einhvers konar ekko-lífstíl á Íslandi. Það er ekkert mörg tækifæri til þess, sko. Það er ekkert svona... Nei, en ég held, sko, þetta er alveg rétt nefnilega, vegna sem þegar við vorum að beita okkur gegn Kárahnjúkavirkjun eða með Kringilsárranna og því svæði öllu og vildum ekki fórna þessari náttúru fyrir stóriðju, þá man ég að það var alltaf hrópa á fólk hvað viljið þá bara fara að tína fjallagröss og fara aftur í torfbæina. Ég myndi alltaf svara já. Já, það er nefnilega, í dag erum við svolítið að tala um það svona hugmyndafræðilega, að sko, og ég var ég veit ég má ekki tala um Carbfix hérna því þá talum við það seinna, en ég ætla samt að segja, að það verkefni til dæmis, það sem er rosalega fallegt, að því að það er gert til þess að binda kolefni á staðnum við hliðin á faktoríunni sem er að framleiða þá, svona, og ég held alltaf og svona fyrst þegar maður fór að kynna sér þetta þá var alltaf að tala um síðan verið hugvitið flutt út af því að í nýja heiminum sem að væri svona heimurinn sem við myndum byggja ef við værum ekki að tala um heimsendi þá væri lokalismi nýji globalismin að hver og einn leysir málin heima hjá sér. En í staðinn þá verður þetta grænaverkefni að grænþvottaverkefni sem snýst að flytja skít frá öðru löndum hinga heim til að græða fullt af peningum. Þannig að torfbæirnir og fjallagrössin væru lokalismi. Væru lokalismi, já, nákvæmlega. Fólk segir líka, sko, ef þú vilt vísa til eitthvað sem var gert í Kanada, þá segir fólk líka viltu ekki bara fara að reykja í bílnum yfir böndunum? Það sem er. Þetta er ofta einmitt röksemdafræði. Og þetta til mér sem að bleikifíllinn í stofunni sem að má ekki tala um að akkur erum við 3 álver, akkur erum við 1 sem stendur inn í miðjum Hafnarfjarðarbæ og er bara barnsins tíma og megum við aldrei endurskoða í hvað orkan okkar fer, hvernig við ætlum að hafa framtíðina, er þetta bara meitla í stein. Og þá er einmitt alltaf að segja hvað allir að hætta að fljúga í flugvélum, sko. En hvað er mörg prósent af áli hér sem fyrir vopnaframleiðslu? Akkur ekki ákvörðun hér bara að við
framleiðum ekki ár í vopn. Það sem í þessari sögu þinni, þá gerir ráð fyrir því að við tökum sameiginlega ákvörðun samfélag okkar. Já. En það ekki gert. Nei, sko. Það bara einhver allt annað fólk en þú sem á álverið í Straumsvík. Og það gerir bara það sem að vill. En við erum alltaf með ríkisstjórn og alþingi og regluverk. Þau segja að við getum ekki gripið inn í markaðinn. Nei. Við verðum að láta þá krafta atvinnulífsins blómstra eins og eftir sínu höfði. Þannig mun koma gott samfélag til okkar. En það náttúrulega þessi stofnun orðin svona varðstofnun hagsmuni. Ef ég má tala eins og Margaret Thatcher, þetta viðitt ekki til. Nei, það ekki til. Heyrðu, en bara því þú... En sósíalistar tala samt það. Þegar við gerum byltingu. Margaret Thatcher var ekki sósíalist. Nei. Nei, þetta er svo breska krúnan. We, the people. En að því þú nefndir vopn, var ég að hugsa bara því daginn býtu að því að við verðum dálítil umræðu vopnakaup Íslendinga núna, nýtilkomin raunverulega, hvað Ísland varðar í þessu NATO-samstarfi og það búið að gera fjármálaáætlun til 4 ára. Hvernig þetta að gera fjármálaáætlun stríð? Mér finnst þetta allt í einu eitthvað svo öfugsnúi. Hvernig þetta að segja, já við ætlum allavega að halda þessu stríði gangandi í 4 ár og Íslendingar ætla á hverju ári. Mér finnst þetta bara, þú veist, af hverju hvernig hægt að hugsa svona styrjaldi? Og það bara búið að ákveða að reka þetta stríð að minnst okkar í 4 ár enn. Mér finnst þetta allt í einu einhvern veginn algjörlega óskiljanlegt og hafði náttúrulega engan að sjálfa mig til að rífast yfir þessu. Reyndar syngjum það í óperu, varð einskisvísari, en þetta til dæmis eitthvað svona bara sem að vegu gegn þyngdar eða skynsemis lögmálinu þegar maður fer að hugsa út í það. Af hverju? Ok, maður getur skilið, við ætlum að láta það fá næsta ári. Ok, vondhugmynd, já, en það ákveðið. Við erum búin að ákveða að gera þetta í 4 ár. Býtu, hver er búin að ákveða að reka þetta stríð þá í 4 ár í viðbót? Það er að normalísera stríðið. Normalísera stríðið. Já, viðskiptaáætlun þessar stríðis er svona til 4 ára. Við ætlum að halda, skilurðu, það fer miklu minna fyrir því að fólk sé að segja að næstu 4 árum ætlum við að ljúka þessu stríði eða á næsta ári þá erum við áætlunum að koma á þarna friði, skilurðu. Það þú veist, bara verið að taka stríðsrekstur inn í reikninga. Það er bara hagkerfi í gegnum stríði sem að raunverulega að hafa áhrif á allan heiminn. Og af því að hagfræðin gengur náttúrulega út á það er verið að spá fyrir í raun og veru hvernig hlutinni verða ekki bara á næsta ári, heldur eitthvað lengri, það eru lengri tíma spár, að þá bara gerir fólk ráð fyrir þessu í staðinn fyrir að gera ráð fyrir því að friður geti komið á hvenær sem er og reikna það bara út. Það er í raun og veru það sem ætti að vera ef það væri framsýn hagfræðingur og með efnahagsspár að þá ættur í raun og veru að búa til líkan og kynna það leið og kynir hitt. Já, en ég meina ef að Evrópuþjóðirnar eru tilbúinir að blæða sínum skattpeningum í þetta stríð, þá náttúrulega þeir sem græða á styrjöldunum segja bara, já, við erum ekkert að fara að hætta þessu, við fáum pening allavega í 4 ári viðbót, við erum ekkert að fara að leggja upp laupana, nú er það bara mjög góðu business í því að halda þessu áfram í 4 ár, við stoppum alla friðarvélunum og náum í þessa peninga, skilurðu? Þetta er algjörlega öfugsnúið. Já, það er það. En Eisenhower í frægri kveðjuræðu sinni til bandarísku þjóðarinnar varaði við þessu. Það væri eitur að þegar kapitalisminn og hergarnaframleiðslan næði tökum á stjórnvöldum. Þá náttúrulega veirðu við bara alltaf í stríði. Þannig að fólk hefur ekki efni á að hætta stríði. Það er ekki hægt að græða eins mikið á neinu eins og stríði. Þetta er alveg fáránlegt. Þannig að það er fáránlegt að þeir sem að græða á stríðinu stjórnvöldum. Ég var einsinni Þetta er rétt tala heimsendi. Já, þetta er létt. Ég var einmitt einsinni í Keflavík að tala við krakka í skóla. 15 ára held ég hafi verið. Og ég var að ræða við þá styrjaldir. Var með bók sem að fjallar flótta krakka frá Sýrlandi. Og við vorum að ræða stríð. Og ég spurði svona spurningar út í stofuna og þetta er náttúrulega svona, það er enginn, þegar fólk er 15 ára þá er það ekkert að blasta neitt sko, það er allir sitja bara með krosslaðar hendur og horfa á mig eins og það ætla ekki að segja orð við mig, en svo sagði ég sem sagt, hvað er það sem keyrir styrjaldir áfram? Og þá spratt á fætur einn drengur og sagði, getur hans lána mig kritina? Og hann teiknaði á töfluna heiminn. Það setur heimurinn og hverjum mánudagsmorgni þá hittist eitthvað lið
hjá, og svo taldi hann upp General Motors og nokkur einhver svona risafyrirtæki og það er kannski gul og græn ljós á töflu hjá þeim og þeir ákveða hvar á að kynda undir, hvar þarf að kæla, hvar á að kynda, hvar þarf að kæla. Það er bara verið að framlega vopn og svona virkar þetta. Og, og hann er bara 15 þessi pjakkur og hann er bara rétt fyrir sér. Svona er þetta. Þetta er business. Heimurinn er ekki eins og fyrirtæki. Já. Þannig að þetta endar ekki vel. Jú, þetta endar vel. Já, þetta stefnum við öll prívat og persónulega og okkar eigin heimsendi. Það er bara þannig í veröldinni. Já, okkar tilvera er svo sem einhvern veginn algjörlega insignificant, sko. Við erum bara einhvert augnablik hérna, ekki satt. Já, en kannski er það sem við erum alltaf að gera, að reyna að hugsa út hvernig getum við lagt okkar mörkum til að skilja þennan heim eftir einhvern veginn fyrir afkomendur okkar með listinu og fegurðinni með einhverju baráttu með sannleikanum með meðvitund það er ofboðslega mikilvægt í þessu öllu saman að fólk gerir sig grein fyrir því að þú getur ekki breytt heildinni að þá ert þú partur af heildinni, það er nú mjög heimspekilegt þú veist, ég get alls ekki verið að taka ákvarðanir fyrir neitt nema sjálf á mig og ef að ég reyni að gera mína útgáfu, útgáfuna sem að ég er sem manneskja hérna, ef að sú manneskja er betri heldur en hún var í gær eða fyrir 10 árum með meðvitund, að setja meðvitund í allar þessar litlu ákvarðanir sem að ég tek, að þá hef ég í raun og veru margföldunaráhrif, rétt eins og þeir sem eru ekkert að pæla í neinu og eru bara, þú veist, eiga í alvörunni 5 bíla og finnst það bara fínt og fara, þú veist, 4 í mánuði til útlanda og þetta er í raun og veru þessir hlutir sem að sko geta talið ef að það margfaldast í milljónir. Og það er þetta, þá erum við bara komin í einhverja meðvitund og þá er ég heimurinn þó að ég sé ekki heildin. Þannig er það. En þetta með þessa tíma sem við lifum, ég er svolítið að velta þessu fyrir mér. Upplifið þið að við séum á voveilum tíma? Algjörlega, 100%. Mjög mikið. En þá er það tími þar sem að skiptir máli hvað við gerum, eða ekki? Það myndi ég telja. Eins og alltaf auðvitað, en ég menna það er eins og að séu meiri blikkandi rauð ljós akkurat núna heldur en bara fyrir 5 árum. Það er alls það kallað eftir, sko, þetta er í hugsambandi við þessar kosningar allar. Það er alls það kosið gegn sitjandi stjórn. Já. Og mér finnst það að vera tilvílun hvort það er hægri eða vinstri. Og en er ekki oft keimlíka stjórnir sem eru raunverulega að reka sömu stefnuna? Jú, ég held það nú líka. Er ekki bara fólk að hafna þessari stefnu? Þetta er svona svolítið verið að Kóðputur. En samt sem áður, sko. Það er til dæmis alltaf sláandi með kosningarnir í Bretlandi. Það sem þessi ónýta stjórn sem búin að vera alveg frá því að minnstakosti frá því að þeir ákváðu Brexit sem hefur ekki duga neitt, sko, að þá náttúrulega kýs fólk gegn henni, en svo þetta mér í hug til dæmis eins og fyrri kosningar þar í Fraklandi, þar sem Marine Le Pen var komið með þessi rosalega fylgi. Í Bandaríkjunum, Trump verður næsti forseti Bandaríkjana. Það er nokkuð klart. Og Nema þau skipti út frambjóðanda. Það er verið að tala um það. Já, ég er að vona það útrúlega mikið. Mér langar það óbúslega mikið. Já. Ég og Steina, við trúðum þessu að því að það kom með sannleikaröddinni, að Trump verður næstu forseti. Það er sannleikaröddin. Já, meina það. Trump verður næstu forseti. Ég, sko, en ok, sko, hvernig ætla þeir að fá í staðinn, sko, fyrir, ég sá þessar Kamila, er hún sástu ekki? þessar kappræður? Ég bara, hann byrjaði, sko, Biden byrjaði og bara á fyrstu mínútu sagði ég, þetta er bara búið. Ég veit það. Þetta var, hinn er, sko, eins og Prins Valiant vil hliðina á honum, sko, Dead Man Walking og Prins Valiant. En það er samt alveg hægt að skipta út ennþá.
það má. Já, en ég veit ekki hvernig það verður gert, sko, því að... Mér fundust þessar kappræður aðalega vera svo hræðilegu vitnisburður. Ég hugsaði bara á Biden hvorki konu, vini eða nokkurn að sem kemur í veg fyrir það að setja mannin svona á svið. Mér finnst þetta svo hræðileg... Já, nei, en þetta er svo ómennsk meðferð á manni sem að augljóslega að verða dement. Hann er fórnalamb sínar eigin, sko, hvað kallar maður þetta, hérna... Metorðagirni? Já, metorðagirni. Eða metorðagirni þeirra sem að vilja hafa hann í brúnni. Já, ég held ég heyrði það í gær, ég heyrði það nefnilega í gær, það var sagt, ég meina, en heitir hún ekki Jane, konunars, hvað með hana, þá sagði ykkur, ég meina, hún elskar þetta, að vera first lady, hún mun aldrei sleppa þessu. Þannig að það er ekki alltaf þannig að þeir sem eru í kringum, hann er ekki alltaf að vakta það að sé allt í lagi, þeir sem eru í kringum, hann er að fá eitthvað. Það er það sem hann gerist. Hins vegar segja mér sérfróðir að staðan sé þannig í dag að ef að þeir kippi Kamílu inn og fái með henni mjög sterkan varaforseta, þá eigi það teimi séns. Það er að ég er að vona. Það er meiri möguleiki heldur en svona, sko. Já. Ég meina það hlýtur að vera einhver krafa það að maður sem er með þessa sögu sem að Trump hefur komist ekki að sem næsti forseti. Ég trú ekki öðru en að Bandaríkin ég hef í alvörunni svona mikla trú á mannkyninu. Það er búin að gera það áður, sko. Haldið þið að verði Trump forseti að hann muni draga úr stríðsrekstri í Úkraínu? Alveg örugglega ekki, akkur ætti hann að gera það. Það eru margir sem vilja trúa því. En hann er samt peninga, hann reiknar bara allt út. Hann er bara í peningum. Margir segja að hann hafi verið stríðfrið, minnst herskár allra bandarískra forseta. Fyrsti forsetinn síðan Guðmundur Gunnarsson hann var líka vinur Pútín, það má ekki glemma því. Hann hefur náttúrulega verið það, en á sama tíma er hann mjög mikill síonisti og styður allar þessar stríðsvélar. Já, ég er ekki að mæla manninum bót. Hann mun stríða í Ísrael, en spurningi var hvort hann muni stoppa stríði í Úkraínu. Hann er samt vinur Pútín. Já, heldur þessi að fara saman í bíó og svona. Ég veit það ekki. Ég held að enginn sé vinur Pútín. Mér er svona gott að ég sá eitthvað brot við viðtalið Pútín daginn sem blaðamaður eitthvað spyrir og Pútín sagði bara, fyrirgefðu, ég er ekki kærasta þín, ég er ekki vinur þinn, ég er forseti Rússlands. Hvað ætlar að spyrja mig? Blaðamaður var eitthvað svona að gera sér dælt við hann og mér finnst þetta svo gott svar hjá forseta Rússlands. Pútín að segja bara, hvað er þetta hérna? Verður ekki að reyna að komast inn á mitt persónulega svið. Ég er ekki kærasta þín og finnst að Pútín segja þetta. Þetta er náttúrulega, já, Pútín, ég ætla ekki að byrja. Og með fullri virðingu fyrir öllum þá held ég að Pútín sé ekkit versta illmenni veraldarsöguna, sko, á okkar tímum. Ég held að þetta sé bara dálítið snar brjála lið í forsvari víða veröldina. Ég held það sé kannski líka það sem gerir að við lifum svona válega tíma, að það safnast upp bara hálfgerður skryll í forsvari fyrir hinnar þessar þjóðir, sko. Einhver hnignun í gangi, sko. Já, það er hann sett í því, sko. Var ekki Rússland og Norður-Kórea að gera eitthvað svaka samning? Jú, vopnasamning. Það er náttúrulega ekki, það er eitthvað sem við þurfum í alvörun að skoða. Það er kannski... Við getum ekki að skoða það. Þau eru bara að tæma vopnabirgðirnar í Norður-Kóru og flytja til Rússlands og hvað það gerir því. Ég persónulega held ég geti ekkert gert, en mér finnst alveg að við eigum að ræða það. Frjálsviðskipti milli þjóða? Nei, ég segi svo. Það með við. Herðu, en Kristín, að því þú horfðir á þetta. Já. Svo strax daginn eftir var verið að reyna að láta þetta líta út eins og það hafi verið eðlilegt. Og hann var eitthvað, hafði farið til Evrópu þarna eitthvað, 15 dögum var svolítið slappur eftir þetta. Þreyttur. Og hann, veistu að þetta var bara tilviljun að náðist hann að mynda á honum þarna því að vanalega er hann sko hressastur allra á öllum fundum. Hvernig hljómaði þetta svona það sem að var verið að reyna að segja það sem þú sást í gær, raunverulega sástu það ekki? Sko, þetta hljómar fyrir mér eins og einhvers konar fyrirslag verið að breyða yfir hluti sem að... Allir sáu. Já, allir sáu. Ég meina, það var svo ofboðslegur munur á þeim tveimur. Þó að Trump lígi út í eitt, sko, og hamraði á legunum. Hann hafði ekki, sko, Biden hafði einhvern veginn ekki fókus til þess að bregðast við því öllu saman, sko. Hlutum sem hefði verið til auðvelt að svara. Og þetta var, hann kemur þarna inn, sko, dauðuppgefinn,
raddlaus og stressaður og af því að hann stamar og þreyttur og af því að hann er stamari þá fer stressið þannig en hann gat, það voru aftur og aftur sem hann gat ekki klárað setningar og stundum hafði maður á tilfinningunni að hann myndi ekki þegar maður komin að enda setningarnar á hverju hann hefði byrjað. Það vant að maður misti þráðinn aftur og að segja hann hafi verið þreyttur af því hann hafi verið í svo miklum ferðalögum 15 dögum áður 15? Ég meina, hvað er þetta ekki bara í starfslýsingu forsetans að ferðast allan heim? Með sína eigin vél. Já. Það sem að getur sofið alla leiðina. En hvaða áhrif hefur þetta svona í stóru myndinu út í heiminn að þessi 2 gamalmenni í þessu debatti sem við sáum, hver svona skilaboð til heimsins? Fær fólk áhuga á pólitík ef að þetta eru andlit stjórnmálana eða þetta svona bara til þess að allir heyrðu, ég get ekki fylgst með þessu. Þetta hlut af því að hafa þessa 2 menn þarna í brúnni til þess að bara einhvern veginn fjarlægja okkur frá því að vilja kynna okkur það sem er að gerast í stjórnmálunum. Þetta svaka samsæriskenning. Já, ég bara velta þessu fyrir mér. Hvernig á fólk að bara trúa á lífið þegar þetta eru, ég minn í öllum Bandaríkjunum, þessi 2 gömlu menn með fullri virðingu. Allt þetta góða fólk af því þetta þó að ég þekki nú eina konu sem kallaði þetta alltaf bandvitleysisríkin. Það var alveg ótrúlega, ég bjó nú í Bandaríkjunum og lærði þar en það er ótrúlega, já og Bandaríkin eru bæði brota í versta og brota í allra besta í veröldinni. Og að þetta skuli vera niðurstaðan. Já, og að þetta skuli vera niðurstaðan og ég hef verið að velta fyrir mér og mjög margir ég lesi að það eru aldurstakmörk, þú þarf að vera 35 ára til þess að vera bara kjörgengur í þetta embætti og mér finnst í raun og veru að vera að þaka á svona embættum líka vegna þess að þú þarf bara að hafa andlegt og líkamlegt þrek og það er bara líffræðilega sannað og okkur hnegnar svona með árunum þannig að mér finnst bara allt í lagi að sé í báða enda fyrir svona djobb að því að þessar skylmingar með göngugrindum þarna er bara átakanlega. En það er svolítið svona eins og stjórnmálin sé bara búin að ganga sér til húðar og þetta sé bara myndin. Þetta eru leifarnar af því að stjórnmálin eru einhvern veginn bara gengin algjörlega stórfyrirtækjum heimsins og hönd og eru bara stjórna ekki neinu lengur Ég sá kappræður þeirra sem að sóttust eftir útnefningu demokrata fyrir síðustu kosningar, altså Biden, þegar Biden var valinn. Þetta var einhver 10 manns eða svo. Já. Það var hver snillingurinn á fætur öðrum. Já. Kamala Harris var þarna ein af þeim, mjög, mjög flott og eitt af því sem að situr nú mest í mér eða sem ég man best eftir að þeim lendi svona heftalega saman henni og Biden. Hún alveg hraunaði yfir hann, sakaði hann um rasisma og Og hvers vegna átti hún ekki upp á pallborðið? Hvað var það sem að gerði það verkum að það var Biden sem að endaði hana? Er þetta bara peningar? Ég veit það ekki, Hver áttu mestu peningana í? Já, það er náttúrulega þannig, Já, það er alveg peningarnir stjórna mestu þarna. Þetta er kosningaherferð og ekkert annað sem að skilar einhverjum ákveðnum einstaklingum. En það verður interessant að sjá þetta flokksþing þeirra í næsta mánuði. Já, hvað gerist þar? Já, hvort það verður. Ég er ennþá að hugsa um þetta sem þú sagðir, Steinunn, varðandi það að það sé í raun og veru bara verið að stilla upp þarna einstaklingum til þess að bandaríska þjóðin hún svona verði afhuga því að eiga vera að pæla í stjórnmálum. Já, ekki bara bandaríkjamenn, menn heldur bara heimsbyggðin öll, bara heyrðu, pólitík er bara eitthvað vitleysa. Það má nú kannski segja það, heimsbyggðin öll er kannski með ekki bara þessa 2 menn þarna, heldur þú veist, þetta eru þetta miklu meiri fjarlægð sem við horfum þetta frá. En bara bandaríska þjóðin, það er svo auðvelt að stýra fólki þegar að það er búið að segja fólki að það eigi ekkert að vera að pæla í stjórnmálum. Af því að þá er í raun og veru svo ofboðslega auðvelt að setja í raun og veru alls konar öfl inn á bakvið tjöldin sem að ráða bara heilli þjóð sem eru milljónir. Algjörlega. Og það er í raun og veru ofboðslega áhugavert og þetta er kannski bara
ein af ástæðunum fyrir því að þarna eru tveir vitleysingar í gangi, sko. Einmitt. Og líka þetta einhvern veginn afmennskandi, þetta að horfa upp á veikan mann upp á sviði og einhvern veginn það sé gerst hversdagslegt að hann sé þarna og það sé gerst hversdagslegt að konun hans finnist það í lagi að stilla honum svona upp og hérna og þetta svona skortur á náungakærleika og virðingu fyrir bara manneskjunni. Hann sjálfur segir sko, ég var yngsti þingmaður ég held öldungadeildarinnar þegar ég var kosin og ég ætla að verða elsti forsetinn. Þetta sagði hann. Þetta er skelfileg niðurstaða. Já. En ég held líka með Kamilu sko, Amerikanar, það er svo magnað, þeir gátu kosið þennan, þeir gátu kosið svartan forseta, þeir gátu kosið Obama, þennan frábæra forseta og en ég held að þeir sko geta ekki kosið konu. Ég held að þeir hafi allavega síðast ekki verið í þeirri stöðu. Þetta samfélag, til dæmis sko, í Bandaríkjunum hafa spilt í stjórnmálamenn alveg komist gríðarlega langt og samber bara Trump sjálfur. En aftakan eins og Hillary Clinton sko var tekin af lífi, ég held að hún hafi lent í sko harkalegri þvottavél heldur en hún hefur verið karlmaður. Og það er alltaf mín kenning og svo líka, einmitt eins og þú varst að tala að sko, amerískt samfélag keyrir alveg ofboðslega á þjóðerniskennd og ég fann það þarna þegar ég var þarna úti að það var ofboðslega auðvelt að ná þessari 380 milljóna manna þjóðarsál saman með bara þessu God Bless America. Já, og bara einum íþróttaviðburði. Já. Það er bara Super Bowl, þá eru allir samstíga. Já, en svo þegar það er eitthvað sem skiptir máli, að þá er passað upp á það að hafa ekki nógu góðan sko leiðtoga, vegna þess að þá mundi kannski, sem sagt, þjóðin í alvörinni fara að reyna að breyta grunnstoðum til hins betra. Og það viljum við ekki í þessu. En ekki vandi sá að það er ekki hægt að sameina þessa þjóðum neitt nema kannski fánan og eitthvað söng og kannski eitt íþróttaviðburð. Þetta fólk sameinast ekkert uppbyggingu velferðarkerfisins eða sameinast ekkert að eini tilgangurum með formlegu samfélagi á millum okkar er að rétta hlutina veiku. Þetta verður ekkert, það er ekki samstöð um þetta. Hinnir veiku, þeir sameinast bara fánan og þjóðsöngin og kjósa Trump. Einmitt, já. Svo hjálpar internetið. Þessu lakari kjósendur. Nei, kannski þeir sem að þyrftu á því að halda að vera að berjast fyrir sko... Kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Já, algjörlega. Já. Það er bara þannig. Jöfnuði. Jöfnuði, menntun og öryggi og heilsu. Heldur reyndar að í Íslandi sá kjósendahópur búin að yfirgefa Sjálfstæðisflokkinn? Það er nú gott. Mikið konið miðflokkinn? Miðflokkinn eða flokk fólksins eða dreifst bara hingað og þangað því að ég held að blasi við öllum að Sjálfstæðisflokkurinn er bara að þjóna hinnum allra best settu og hinnir lagarsettu eru búin að átta sig á því þótt að sé alltaf náttúrulega einhverjir sem að kjósa hinna svona sem að kjósa kónginn einhvern veginn af því hann er með bassarödd en líka vegna þess að hann Já, það var í pólitík. Já, þú getur að stjórna okkur öllum bara með rattíðninni. Fólk vil vera í réttu liði, sko. Já, þetta er nefnilega það fólk sem keyrir á Tesla af því að vill einhvern veginn tengjast Elon Musk af því hann er svo klár. Fólk vil vera í réttu liði og kýst það sem er Trump. Það er kannski bara akkurat pælingin. Fólk heldur í raun og veru að með því að hafa hann þarna að þá fái það einhvers konar aðgang að peningum sem að þessi maður er með og geti þar að leiðandi farið einhvern veginn létt í gegnum hlutana. Þetta er ógeðslega skrítið hvernig hægt er að dáleiða fólk alltaf. Er þetta ekki líka einhvers konar skortur á ábyrgð? Sko, ég nenni bara ekki að vera að hugsa um þetta, byrju hverjir hafa hæst, já, þeir hafa örugglega rétt við þessu, ég styð það bara. Þetta er svona... Svo eru lesnar einhverjar vefsíður, sko, sem að geta sagt hvað sem er, sko, og því ég trúa eins og nýjunetti. Já, og svona, þú veist, það þarf smá vinnu til að leggja á sig að skilja hlutin og reyna að afla sér upplýsinga og hugsa sjálfur. Og alltaf meiri og meiri vinnu. Og alltaf, og meginstraumsmiðlar heimsins sem eru nú bara hvað í eigu 5 fyrirtækja í dag, það eru meira og minna allar upplýsingar sem við fáum og það þarf að hafa fyrir því að leita upp í til dæmis fjölmiðla sem segja aðra sögu og vega síðan á meta og reyna að mynda sér skoðanir
og flest okkar eru nú bara þannig að við þurfum að vera að vinna eiginlega allan sólarhringinn til þess að eiga í okkur á, þannig að þetta er svolítið snúið. Það er svona auðvelt bara að fylgja einhverjum að því að þetta er örugglega bara svona. En svo koma kjósendur náttúrulega líka standa frammi fyrir svona frekar veiku vali eins og í Bandaríkjunum og líka í Bretlandi og Frakklandi og fleira. Og ég held að fólki sem að kjósa Le Pen í Frakklandi eða Farage í Bretlandi eða Alternative for Deutschland í Þýskalandi og þetta allt saman, að þau hugsa sér svo að ég meina þetta nú ekki gengið vel hjá Hillary og félögum það er nú ekki hefur það bætt samfélagið mitt eða mína stöðu eða mín réttindi, það verið að tæta mér öll réttindi og ég hef það bara eiginlega meir heldur en foreldrar mínir höfðu og framtíðin sem við ætlum að stefna er löngu farin, þannig að allt sé ekki bara best að leyfa þessum að pröfa. Ég held að þetta sé algengasta ástæða. Og eitt svona dásamlegt slagorð eins og Make America Great Again. Það er bara, já, hann ætlar að gera okkur stórkostlega aftur, hann ætlar að gera mig stórkostlegan og mína tilvist. Hann ætlar að sjá mig, ég þarf ekki að gera neitt sjálf. En samt sko. Þetta er stýring og fasismi. Þetta er náttúrulega hundablístur. Þetta er að vera að vísa til þess tíma áður en að sko, svartir óðu hér uppi og konur óðu hér uppi. Við förum aftur bara til 1950 þar sem ég var bossinn á bílnum mínum og þetta er það. En svo, þetta er hins vegar vísun á tíma þar sem að við bjöggum öll í sama samfélagi. Sem að við búum ekki lengur í því að þetta er svona splundrað samfélagi og það er spurning hvort að það muni nást einhvern tíman aftur því að hugmyndin það hvernig framtíðin okkur á að vera í fyrsta leið þá erum við ekkert að ræða það við erum bara að ræða hvernig ætlum að verja okkur gegn ógnum hér og þar og svo bara ekkert víst að við komumst að sko sameiginlegum grunni að við ætlum að stefna í sömu framtíð eins og var kannski hægt á eftirstríðsárunum. Það var svona hugmyndum það að við værum að fara að sirka þangað eitthvað. Ef við værum við að bæta kjör þeirra sem eru lakarsettir og auðvitað gengur það ekki annað en að konur fái réttindi til jafns við kalla og svartir og við getum ekki komið svona fram við fatlaða lengur og samkynnið og svona, þetta var svona sirka við vorum að fara eitthvað þangað. En núna er bara engett samkomulag í samfélaginu hvert við erum að fara. Við erum ekki í sama liði. Við erum ekki saman leið. Við erum ekki samstíga. Mér finnst þetta alveg vera bara mannkynnið gagnvart stjórnmálafólki allar jarðir. Mér finnst þetta orðið þannig. Svona stóru myndi. Bara stjórnmálin vinna fyrir stórkapitalið, stjórnmálin vinna ekki fyrir manneskjörnum í jörðinni og allstað finnst mér manneskjörnum að vera einhvern veginn bara, það er enginn að sjá okkur. Eftir fyrir kosningarnir í Frakklandi, að því ég var nú að fljúga til Evrópu og ég sátu franskt ung par við hliðina á mér og ég var svona, jæja, hvernig líst ykkur á? Þá var fyrir kosningin búin og þá gerðu þau bæði svona, þau litu í kringu sig hvort það væri einhver að hlusta og ég hugsaði bara, vá, og ég fekk svona kuldarhroll og þau sagði bara, sko, þetta er bara alveg hræðilegt, skilurðu, og bara, maður skilur þetta ekki, þessi strákur hefur aldrei sagt neitt að viti og svo bara héldu áfram að athugast einhver heyrði í þeim, sko, og þetta virðist bara vera þannig að fólk er orðið svo þreytt á stjórnum að við vill bara eitthvað annað, jafnvel þótt að viti að það sé fasismi. Skilur bara, það getur bara fengið eitthvað annað af því að heyrnarleysi stjórnvalda gagnvart líðan eða við segja tilveru almennings, það eru komið svo mikið rof þarna á milli að fólk bara eitthvað annað og þá er það bara til að kjósa fasista yfir sig, sko, þetta er svakalegt, sko. Já, þetta er bara saga, þetta minnir bara á fyrirstríðsárin í Þýskalandi. Já. Þar misti fólk trú á lýðræðiskerfið. Já. Vegna þess að lýðræðiskerfið hafði brugðist. Og Hitler fékk alltaf meira og meiri, meira og meira fylgi þangað til hann tók bara yfir. Af því fólk vildi eitthvað annað. Já, sterkan leiðtoga. Sterkan leiðtoga. Sagan endurtekur sig. Hún gerir það nefnilega. Þess vegna fannst mér það þegar ég var að lesa þarna Veröld sem var. Það bara þyrmdi yfir mig þegar ég sá sko líkindin. Já, allt sko sem hann talaður sko. Já. En þar er líka þessi vegabréfalausi heimur. þar sem fólk ferðast bara land á milli og bara dásamlegt sko. Já, á tímabili. Á tímabili, já, einmitt. Svo endaði hann í, hugsaðu ykkur, þetta kemur nú þessu máli ekki til, en samt kannski, hann skrifar þessa bók, æviminningar sínar, hann flýr land og landi, sest síðan að í Brasilíu, líkur við handritið að bókinni, sendir það til útgefandans og fremur síðan sjálfsmorð daginn eftir. Já.
Hræddur, bara maður fer já, þetta var fyrir stríðslok, sko, þá var hann bara vonlaus. Já. Það fer hrollur maður þegar maður hugsa þetta bara. Þetta er mikilvæg lesning í dag og góðslega mikilvæg. alla daga. Já. Bókana. Já. En það varst að nefna þetta með aldurstakmörk í sambandi við forsetaframboð. Það eru heldur engin ákvæði það að maðurinn skuli vera með óflekka mannorð. Nei. Í Bandaríkjunum. Hugsið. Og Hæstiréttur var eiginlega að fjalla það daginn að hann þarf ekki að fara eftir lögum heldur. Nei. Þannig við erum eiginlega komin með konung í Bandaríkjunum. Já, en ég meina, það var það sem hann ætlaði sér. Það er nú ýmsir sem telja og sjá þess merkja að íslenski stjórnmálamenn þurfi heldur ekki að fara eftir lögum og þannig að þetta er svona... Getur það verið? Nei, ég er að segja almenningur á að fara eftir lögum en stjórnmálastéttir veraldarinnar er að fara mjög frjálslega með lögin eins og þau standi utan við þau og geti svona farið og svig við þau og það er náttúrulega líka það sem býr til þess að gjá á milli bara fólks og stjórnvaldana. Þú veist, hvernig eigum við að lifa í heimi sem að það sem að reglurnar gilda bara fyrir okkur en ekki stjórnmálastéttirnar. Þannig hefur það eiginlega alltaf verið svona með elítuna. Lög eru sett til þess að hafa kontról á almenningi, ekki okkur. Hvað getum við gert í staðinn fyrir stjórnmálin? Ég er alltaf að hugsa það. Er einhver leið til þess að ná völdum fyrir fólkið í heiminum í gegnum eitthvað annað en stjórnmál? Hvað getum við gert? Ef við þurftum að leysa þetta núna, bara við ætlum að hætta að nota stjórnmál til þess að breyta heiminum. Hvað er stjórnmál í þínum huga? Er það demókrataflokkurinn og republikanar í Bandaríkjunum? Nei, ég er að tala Heiða, vertu með mér í þessu. Ég skil hvað þetta fara, sko. Já. Það er einhver tannhjól hérna komin að stað. Mér datt í hug, ef allir við 4 byrjum bara alltaf að mæta í vinnuna niður í Alþingi. Akkur ekki 5? Já, ég meina hann þarf að vera hérna með þætti. Já, ég skil, já. Að við bara, íslenska þjóðin, kannski 100 manna hópur, við byrjum bara að mæta niður í Alþingi. Eins og við séum bara fulltrúar fólksins í landinu, setjumst bara á þingvallana. Já, einmitt. Ég er ekki að tala um það, ég er að tala um það bara við bara förum þarna og fylgjumst með því sem er að gerast á þinginu, köllum inn í þegar við erum ósátt við eitthvað svona, þú veist, þetta er bara hugmynd af einhvers konar bara þetta er okkar þing, okkur finnst ýmislegt misjafnt eiga sér staðar. Við verðum svona eftirlitsstofnun. Ekki eftirlitsstofnun, heldur bara fulltrúar fólksins. Já, tökum bara yfir þannig, ég veit það ekki, mér finnst þetta skemmtileg tilhugsun. Já, þetta er náttúrulega anarki. Sko, persónulega myndi ég segja að blanda af sósíalisma og einhvers konar anarkisma sem er skipulagður án sérstakra yfirvalda væri ótrúlega gott módel til þess að byggja á þar sem að við ætluðum í alvörunni að fá fram bætur. Það er alveg til eitthvað sem heitir social anarkismi og þar er í raun og veru bara ef einhver hefur búið einhver staðar í einhverju hústöku, ég náttúrulega bjó ekki alveg þar en ég var í svolítinn tíma í Berlín og þar var bara haldinn fundur á föstudags eftirmiðdögum í eldhúsinu þar sem var bara farið yfir allt og það var enginn sem réð, heldur voru ótrúlega margir sem að skiptu með sér verkum bara hver gat gert ótrúlega vel og það eru þetta einhvers konar þing í því nema það að þá er hver og einn ekki að representa alveg risastóran hóp, það er ekki kosningar sem slíkar, heldur hafa allir aðgang að því að búa til eitthvað svæði þannig að öllum líði vel og auðvitað þeim mun stærra sem þetta svæði er, þeim mun erfiðara er það en þá erum við líka stödd í því að við þurfum að hlusta á allskyns skoðanir og þannig að það væri kannski eitt sem mér dettur í hug bara út frá þessari pælinguðinni að við 4 myndum mæta, það er ekkert endilega best það ætti kannski að vera bara einu sinni í mánuði á þingi, á alþingi, að þá ætti bara að bjóða ákveðinni starfstétt og það væri bara á dagskrá að bara akkurat þennan föstudag í mánuði að þá bara koma allir iðnaðarmenn sem vilja og þá eru þeir bara sérstaklega og þá eru fá þeir samtal og síðan bara næst þá eru það, þú veist, leikskólabörn og síðan eru það kannski, þú veist, kennarar af því þú ert í raun og veru þá að fá heila starfstétt sem að þarf að setja sig inn í hlutina og allir sem hafa áhuga á því læra miklu meira pluss það er ákveðin pressa ég heldur verðum að gera spóðflönu vegna þess að það verið þurfa lítið ákveðin pressa sem er sett á
stjórnmálamenn að standa sig gagnvart alvöru fólki. Hvað segir þetta? Já, ég veit það ekki. Mér finnst þetta hljóma svolítið eins og valdið sig á stjórnmálamönnum og almenningu þurfa að fara þar af einhvern beiningarleið til þeirra að reyna að skilja. Þá ertu bara ekki að setja fólki sem eru gestir í virðingu. Já, við höfum valdið. Þá ertu ekki að setja virðinguna sem að ég er að reyna að meina. Við höfum komið þannig fyrir að valdið liggur hjá hinum ríku sem að fara með ríkisvaldið og við þurfum bara að taka ríkisvaldið af þeim aftur. Já, en ég er að reyna að setja inn sko að það væri einhvers konar reglur á Alþingi að þú yrðir í raun og veru sem stjórnmálamaður og alþingismaður, þá yrðir þú að þjóna gestunum sem að koma á. Þeir búa til eitthvað, þeir kallar þetta samráðsgátt. Henda einhverju svona inn og taka aldrei tillit til neins. Sko. Hafið þið mætt á þingnefnda fundi? Já. Bara, það skiptir engum máli hvað það sagt, sko. Nei. Ég er ekki sér ómikil hugsun á mannska, ég trúi í alveg alltaf á að hlutinni gætu virka. Ég vona það líka. Þú taka völdin af þeim, þú getur ekki breytt heiminum með auðvaldið við völd. Hvernig ætlar að gera það? Með því að setja einhverjar ákveðnar reglur um það að þú verðir að hlusta á og verðir að bregðast við. Sko, það var til smá von í okkar heimshluta örskama stund þegar auðvaldið lögmæti þess fjall í 2 styrjöldum og það var til þess að það var til svona hugmyndum það að ríkisvaldið var framkvæmdavald almannahagsmuna, almennings. Og þá náðist í gegn, það varu stórkostlegar byggt upp heilbrigðiskerfi og menntakerfi og húsnæðiskerfi víðar, færðin réttindi til almennings sem hafði ekki haft áður. Fólk gat farið í sumarleyfi og fólk gat farið átt veikindarétt, jafnvel fengi borgaðar atvinnuleysisbætur eða misti vinnuna, öryrkjar fengu, bærilega lífafkomu. Þetta var örskaman tíma, en síðan tókst auðvaldinu að ná aftur tökunum á ríkisvaldinu. Og það heimurinn sem við búum í dag og þetta svona ólígarka, þetta svona í Rússlandi, þetta svona í Bandaríkjunum, þar sem hinir ríku eiga raunverulega stjórnmálin. Ég sé enga ástæðu fyrir að almenningur eigi svona niðurlægja sig með því að koma og heimsækja stjórnmálin eins og þessi að reyna að hafa eitthvað svona góð áhrif á hjartalag þeirra sem að vinna þarna fyrir auðvald. Mér líst betur að við mætum í vinnun og þykjumst vera þingmenn og byrjum bara að tala alls konar hluti. Bara á þingvöllunum þó við fáum ekki sæti þetta niðri, flytjum frumvörp, bara háum rómi. Það er leiklistagjörningur. Nei, þeir eru bara miklu meiri pönkarar heldur en ég, greinlega. Ég held eins og að stjórnmálaflokkar séu ónýtir á Íslandi í dag. Og mér finnst þeir hafa snúist upp í andhverfu sína og vera lítil hagsmunabandalög fyrir pínulitlar klíkur og einhver farvegur fyrir fólk sem ætlar sér eitthvað fyrir einhverja. Og helst fyrir sig sjálft. Já, og alls konar baktjalda. Þetta er það sem auðvaldið, núna hlæra auðvaldið og nuttar höndunum og segir ég er búin að vinna. Ég er búin að vinna. Öll valdatæki almenning sem náðu til þess að ná völdum takmargan tíma, ég er að hlusta á þau og þau eru að segja að þetta sé ónýtt og óþarft. Ákveð það sem ég ætla. Nei, það sem ég meina er að flokkar ganga úr sér. En þeir eru reknir eins og trúfélög. En eiga að ganga úr sér. En almenningur verður að hafa, eina sem almenningur hefur er samtakamáttur. Þannig að almenningur getur ekki náð neinum árangri nema í félagi og stjórnmálaflokkar eru tæki til þess að ná völdum, að rekja auðvaldi frá völdum. En stjórnmálaflokkar geta alveg gengið úr sér og það má alveg stofna, það er til dæmis eins og þessi sjálfstæðisflokkur, hann í raun og veru hefði átt að leggja niður eftir hrunið. Okkur ætti auðvaldi að leggja niður flokkið sinn? Nei, ég bara segja út af alls konar brotum sem voru fram. Auðvaldi er bara mjög ánægt með sjálfstæðisflokkinn. Já, þeir eru það. En eins og til dæmis og líka Framsóknarflokkinn og Miðflokkinn og alla samfylkinguna, nýju samfylkinguna, auðvaldið er mjög ánægt með það. En mér vantar mjög marga nýja stjórnmálaflokkar núna og alls konar fólk inn á þingi sem er ekki þar. Mér líka. Og til dæmis akkur myndi ASÍ ekki bara stofna stjórnmálaflokk. Góður punktur. Reyndar. Þetta er hugmynd. Þeir gerðu það 1916. Já. Það má gera það. Alveg komið tíma á það. Já. Núna værið annar á nýjum grunni. Við þurfum að endurskapa þetta aftur og aftur og aftur. Þannig er lífið. Það er það. Og það gerist ekki nóg þannig inni. Og
og síðan finnst mér til dæmis umhverfis- og náttúruvernd og loftslagsmál eiga engan málsvarinn á Alþingi, ekki einn. Og þetta stærsti málaflokkur veraldarinnar. Og ráðuneyti málaflokksins var lagt niður á vakt Vinstri grænna meira að segja. Þetta alveg, það ekki þetta skáldana skít. Og mér finnst í raun og veru alveg ofboðsleg pólitísk kreppa ríki á Íslandi í dag. Við erum með forsætisráðherra sem er búin að færa sig á milli ráðuneyta á meðan að var ekki einhver í Bretland að segja af sér og beðast afsökunar á því bara hvað hann væri búin að standa sig illa. Það byrja að vera til. En við erum eitthvað gaur sem færis bara á milli og enginn segir neitt og allir fara bara í golf. Já, það er náttúrulega engin stjórnmálamaður á Íslandi tilbúin að viðurkenna að rangt sé rangt. Því bara hendra með ykkur að rangt sé rétt. Það er alltaf verið að gera kannanir á þessu. Ég held að séu ykkur 11% eitthvað sem að viljan, 10% sem að viljan. En hann er samt forsætisráðherra. Það þarf náttúrulega bara kannski að stofna einhvers konar græna hreyfingu sem að er með það á dagskrá að koma þeim málefnum inn í Alþingi. Já, og meðan við erum ennþá með Alþingi Íslands og þetta er ekki á dagskrá. Þú ert að segja algjörlega eitthvað sem að mjög margir eru að hugsa en fólk er að reyna að gleyma þessu vegna þess að þetta er of hræðileg staðreynd. En þú ert að halda því hérna núna út að halda þessu í umræðunni. Og þetta í raun og veru ein af niðurstöðunum sem við verðum að sammælast hér. Að þetta eitthvað sem þarf. Það þarf græna hreyfingu sem ekki vinstri græn, ekki sá flokkur. Nei, þeir bara gerðu illt verra. Og það þarf þá að vera aldeilis trúverðu slíkur flokkur vegna þess að vinstri grænir grófu undan öllum grænum markmiðum í sinni stjórnartíð frekar en að gera það. Þannig að fólk er illa haldið af svikum og það er erfitt að sitja í sárum. Og það eru margir í sárum vegna þess. Algjörlega, í þessari hreyfingu þarf að vera fólk sem ætlar ekki að vera atvinnupólitíkurar. Það er það sem þetta snýst um. Það er það sem þú varst að segja. Þú varst að segja að fólki þarna að það væri úr sér gengið vegna þess að það væri bara í eigin hagsmunapólitík. Það væri í raun og veru bara að viðhalda vinnunni sinni. Já, svo eru þetta áreiðanlega mjög margt gott fólk að nynni að því fólki í grunninn er gott. Já. En hins vegar held ég maður geti orðið samdæna ástandi sem að maður siglir inn í. Ég held að sé með auðvelt. Ég er ekki að afskrifa allt fólk sem eru á þingi, bara ég ætla að taka það fram. Auðvitað er fólk með hugsjónir þarna líka. Það er ekki góður tónlistarmenn í ömurlegri hljómsveit. Nákvæmlega. Takk, mjög gott. En okkur vantar tilfinnilega hugsjónapólitík. Þetta er bara stutt tímabil í sögu mannkins, þar sem að ríkisvaldi var í höndum að einhverju leyti í höndum almennings, bara afsprengi af almennum kosningarétt og ýmsu. En á þessu tímabili að þá var öflug verkalýðshreyfing, þá voru öflug almannasamtök út um allt. Ég meina það var meira að segja bara Rótari og það voru söfnuðir og það var virk félagsleg þátttaka. Og við getum ekki fengið lýðræði með að vera kjósa ykkur að trúða á Alþingi eða í sveitarstjórnir án þess að það sé afsprengja ykkur raunverulegu lýðræði í samfélaginu. Á þessu tíma vorum við með ólík fjölmiðla sem stóðu fyrir ólíkum sjónarmiðum og afstöðu til samfélagsins. Við vorum með miklu meiri deiglu hugmynda heldur en við erum með í dag. Sem að reynda byggð á því að til þess að ná einhverjum árangri ef að þú ert bara almenningur að þá gerur það í einhverju samfélagi með öðrum en við erum náttúrulega að koma núna út úr einhverju hryllilegri einstaklishyggju þar sem er eiginlega talað gegn allri félagsstarfi og hver heldur að hlægi við því? Þú ert smá að tala ungmennafélagsandan. Ég held að hann sé dauður. Þú farið engan þá verður bara endurnæra hann. Ég meina, ef þú ætlar ekki að fá almenning sem á ekki neitt, hefur engu að tapa nema hrekkjónum, til þess að keppa við auðvaldið sem á ekki bara allan peningin, heldur öll völdin í dag. Ætlar að gera það án þess að almenningu nýti samtakamáttir sem? Nei. Þú verður að endur þessum. Hvernig nærðu þessum samtakamætti? Það er einhvern veginn að svæfa fólk. Með listum. Reyndar er ég sammála því. Ég var aðeins að tala um þetta áðan. Það er þetta hvað stjórnmálun er orðin einhvern veginn skrípaleg og einhvern
veginn mikið leikhús og mikið sölumennska í kringum þetta og það eru slagorð og loforð og eitthvað, þetta eru svo mikið sko kaupmennska í kringum þetta. Kannski þarf einhvern veginn að breyta algjörlega tón, eins og ég var að segja við hann, ég verið að hlusta á þessa tyrknesku poptónlist frá milli 60 og 70 og þetta var svo geggjuð tónlist, en það sem var svo merkilegt við flutningin var það að það var einhvern veginn algjört sjálfsleysi í söngurunum. Þau voru bara að syngja lögin, þau voru ekkert að glenna að sýna sig, skilur, kannski þarf bara einhvern allt annan tón í stjórnmálinu til þess að fólk fái aftur, skilur, því það allir orðin leiðir á sölugimmikinu, á tjöldunum, á öskrunum, á látunum. Það er kannski bara einhverja algjörlega nýjan tón í stjórnmálinu til þess að fólk trúa á það. Ég veit það ekki. Jú. Á að þú veist, kenna og það vantar ástríðuna, þú veist, burt með sölumennskuna, leiktjöldin, lúkkið og allt þetta, getur bara fengið einhvern sem meinar það sem hann segir og talar mannamál, skilur við. Ég er með svo mikið góð hugmynd. Á ekki bara að setja það á dagskrá, að koma einhvers konar siðfræðimenntun inn í grunnskóla, bara í fyrstu bekk í grunnskóla, þar sem að allir þurfa í raun og veru að setja sig inn í. Þú getur verið 8 ára og 9 ára. Já, ég meina það var ágættir siðfræðikennsla bara í gegnum dæmisögu biblíunar, það var bannað, sko. Já, en ég meina við viljum ekki það, við viljum ekki trúarbrögð. Við viljum bara hafa... Það skiptir engu máli, þetta eru líka bara siðferðislega litlar sögur og skaði ekki nokkuð börn. Nei, það er líka hægt að kenna heimspeki á þess að hafa trúarbrögð. Já. Stefán Einar er líka siðfræðingur. Já. Já, nákvæmlega. Það er alltaf að snúa út úr siðfræðingurinn mesti. Ég veit það, en við erum samt að tala um leið til þess að setja ákveðin hugsunarhátt af stað sem að þú ert að orða svo ótrúlega vel. Það vantar auðmýkt. Það vantar andstæðu við sölumennsku. Það vantar einlægni og það vantar í raun og veru fólk sem er að tala um hlutina án þess að vera alltaf með einhvers konar sölu gylliboð í gangi og þessa ótrúlegu... Nei, og að við séum ekki svona eina, því við erum alltaf að einangra okkur og við verðum svo hræddir ein í staðinn fyrir að við séum að gera hlutina saman og fyrir hvert annað. Já. Það vantar dálítið inn í jöfnuna, sko. Það við getum haft áhrif á heila kynslóð með því að setja siðfræði kennslu á dagskrá. Já. Kannski bara lýðræðið er hrunið sko bara á millum okkar. Ég meina, fólk er að senda alls konar deilumál sín á milli til dómstólana sem er náttúrulega algjör siðleysi, sko. Því að ef þú getur ekki leyst deilu okkar í aðeilina hátt, það er ekki sið að vísa því til dómstóla. Það er algjör niðurlæging að okkur tókst ekki að greiða úr okkar málum. Við höfum náttúrulega að reyna það bara og gera það. Og megum við ekki bara stundum vera ósammála? Er það ekki allt í lagi? Það sem ég er að segja er að ef að lýðræðið er bara hrunið á millum okkar, þá er náttúrulega stjórnmálin verða að spretta þaðan og það er ekki fyrir en þá sem að þið fáið einhverju eðlileg stjórnmál sem að eru okkur mannlegum grunni, annars fáið þið bara eitthvað gimmick og ef þú þolir ekki gimmick eins og í dag vilja bara eitthvað annars konar gimmick, þá lendur við nákvæmlega í sama stað. Við getum ekki endurreist þetta, nema bara endurreist samfélagið og sótt völd sem almenningur hefur. Nákvæmlega, og þessi bellibröð sem er verið, þessi herrkenskar sem er verið að beita í pólitíkinni, þetta er bara ekkert sjarmerandi að taka þátt í þessu, bara alls ekki. Þetta er einhvern veginn mannskemmandi, sko. Svo verður þetta ennþá erfiðara vegna þess að það er ofta tíðum ekki gengið út frá sömu hlutunum, sko. Það er ein vefsíðan segir eitthvað og segir þetta er sannleikur. Það er svo margir sannleikar til. Og við getum ekki komið okkur saman hvað í raun og veru hver sannleikurinn er, hvernig eigum það geta að tala saman. Já, við erum líka hægt að tala saman. Þetta er heimspeki. Hver er bara ánægður með sinn sannleika? Já, ég segi það og þá er hver maður með sinn prívat sannleika, sína prívat staðreyndir. Og þetta leiðir náttúrulega svo kemur þessi skautun sem afleiðing af því. Já. Og ég held að netið, ég er svo gamaldags og ég held að þessi versti bölvaldur sem að upp hefur komið, það er internetið. Heyrðu, þú nú... Á svo margan hátt. Býr til þessa bergmálshella, þannig að þú ert bara alltaf í þínum sannleika. Já. Og fólk talar ekki saman. Ertu eitthvað farin að fikta við AI, af því að þú ert nú svona tölvugrúskari? Voðalega lítið. Ég hef látið ég lét AI, það var Jóhann, sonur minn, hann benti mér nú á þetta. Það er allt annað hlutur, sko. Ég á ekki heima hér kannski, en jú. Jú, það var allt heima hér. Já.
Málið var það að forsagan svo að þegar við fjölskyldan fluttum til Þýskalands, þá fengum við húsnæði sem var ekki tilbúið, voru okkur húsnæði og það var ekki heitt vatn og var ekki neitt og við hýrðumst þarna undir öllum fötum og öllu sem við áttum, sváum þannig fyrstu nóttina. Og Jóhann minn sem þá var, hann hefur verið bara, á 3. ári kannski, 2 ára, hann tók upp á því að hún fannst eðlilegt að greiða föður sínum. Hann vakti mig sem sagt með því að það var eitthvað að krafla í höfuð á mér og þá stóð barnið yfir mig með klósettbusta og bara greiða mér og ég var svona, var ekki að komast í bað eða neitt, þannig að ég var svona greiða úr mér svona bleikar lufsur einhverjar, nema að ég minna ofta á þetta, hann lét gervigreindina skrifa afsökunarbréf til mín út af þessu og það var eitthvað það alfyndnasta sem ég séð. Ég þarf eiginlega, en ég ekki með það hérna. Það voru mín fyrstu kynni af gervigreindinni sem alltaf skelfilegur hlutur líka. Ég ætla að leggja niður internetið. Já, hvernig líst ykkur á artificial intelligence eða gervigreindina? Þið eitthvað farnir að skoða þetta, hvernig þetta mun hafa áhrif á ykkur og ykkar líf? Nei, menna, þetta hefur áhrif á allt og rithöfundar eru mjög uggandi, þetta alveg skelfilegt, bara nú þegar. Já, var ekki RÚV með fyrstu artificial intelligence skrifuðu greinina bara birta núna í vikunni? Sem var eitthvað partur af einhverju tilraunaverkefni, ekki sant? Já. Það voru svona þátt líka, lestin var stýrt á gervigreind. Það var í fyrra sumar. Og svona faktoríur, svona streymisfaktoríur bara þurfa eiginlega ekkert lengur á bara lifandi fólki að halda. Nei, það er náttúrulega alveg svakalegt. Sko. Við erum að renna saman við tölvurnar. Ég hitti mann í Portugal núna fyrir nokkrum dögum síðan sem er fjárfestir mikið og er með alls konar fyrirtæki sem byggja á AI. Og hann segir bara, sko, það bara, hvernig sem litið á, það verður ekkert komist hjá því að innan 10 ára, jafnvel fyrir sagana, því að hann sagði bara þróunin svo rosalega hröð að það er hraði sem við getum ekki einu sinni séð, við getum ekki ímyndað okkur, hann er svo hraður, þróunin er svo hröð. En allavega innan áratugar þá verðum við öll komið með chip í heilan sem að mun leysa af hólmi bara ýmisleg verk sem við þurfum að gera til að afla okkur upplýsingar. Þá hugsaðu bara eitthvað og þá bara færðu allar upplýsingarna til þín strax. Sko. Talandi að búa í sci-fi heiminum. Já, búa í sci-fi heiminum. En kannski, hann sagði líka öll sko white collar jobs, þessi svona administrative job og hvað ég var að segja ýmis tegund hönnuða og þeirra sem vinna við hvað ég var að segja skýrslur og þetta verður algjörlega óþarft og hann bara, ég segi bara vikulega upp fólkið, maður sem er einhver endalaust stórfyrirtæki vegna þess að er að leysa þetta allt á hólmi. Hvað verður þá alla þessa white collar workers þegar þeir missa allir vinnuna og hann sagði sko þetta gerist bara núna á næstu mánuðum og innan 2 ára verður bara stórkostlegt atvinnuleysi, hélt hann fram. Fara þeir ekki bara tína fjallagrös og aftur í tólkona? Jú, sko, förum við þá ekki bara aftur í barnið sem er að búa til heiminn og skapa hann og við þurfum aftur að fara að borðinu. Menntun þín er ekki lengur neins virði og hvað verður það? Sko það eina sem að ég er búin að komast að nú þegar í meinum rannsóknum, því ég er náttúrulega að byrja að skrifa ég er með doktorsrannsókn í gangi sem að fjallar einmitt listamenn og mikilvægi þeirra til þess að búa til ákveðið hreyfiafl í heiminum og setja ákveðna hluti á dagskrá. Og lokakafli ritgerðar mun vera gervigreind versus listamenn. Og ég er ekki komin langt með þessa pælingu en þetta er svo sannarlega ein af hugsununum sem að ég hef verið að velta fyrir mér sem er það hvenar hlutirnir eru orðnir svo fullkomnir og svo góðir að sko þú viljir í raun og veru ekki fullkomnun lengur þannig að ég er að hugsa listamenn fyrst og fremst að listamenn þeir fari í það að reyna að skapa eins mannlega og ófullkomna list og þeir geti vegna þess að það sé þar sem að fullkomnasta hugsunin sem er gervigreindin af því það er svo ofboðslega mikið reikni líkan á bakvið það geti í raun og veru ekki hermt eftir. Að þú getur ekki hermt eftir hlutum sem eru ekki tilbúnir, eru hálfkaraðir, hálfmótaðir, hálfhugsaðir. Og eru í raun og veru með miklu meiri tilraunamennsku í sér og það sé okkar lífræni heili sem hafi fram yfir
gerviheila eða sissal. Þannig að þetta er eina af hugsunum mínum og þetta er svo hægt að yfirfæra yfir á allt það sem að í raun og veru þú ert með kapitalist kerfið sem að er alltaf að reyna að miða við það að búa til sem mesta peninga. Hvað er andstæða þess? Andstæða þess er að reyna að búa til heim það sem við þurfum sem minnst á því að halda og það er bara sjálfbærni. Þannig að þetta er þangað sem ég er komin. Við verðum náttúrulega hrakin út í þennan heima því að við höfum ekkert úr að spila þegar við búið að henda okkur og við höfum enga vinnu. Já, þá bara finnum við út úr því. Öll völdin eru í auðvaldinu sem að soga til sín allan arðin. Já. Þá erum við dæmd til þess að fara í Fjallagrössin og Torfbæina. Já, eða ekki dæmd. Ekki dæmt. Það er ekki rétt orð. En þú hefur engan annan valkost. Já, valkosturinn Ég þrái þennan Torfbæ. Valkosturinn. Ég þrái hann svo heitt. Valkosturinn. Ég þrái hann svo heitt. En sjáðu, valkosturinn getur orðið löngu áður en að það er eitthvað tímabært eða ekkert val. Valkosturinn getur orðið að velja í raun og veru að sjá möguleikana í heiminum án þess að allt verði að vera fullkomið. Og þá er það fókus og það er meðvitund sem hver og einn getur tekið ákvörðunum. Það er það sem ég er að segja. En er þetta ekki svona fullmikil svona minnumáttakend gagnvart? Er ég of djúpfreyður? Nei. Það er bara skemmtilegt. Af því að við getum aldrei náð skilningi gervigrindarinnar að þá ákveðum við að hjúfra okkur upp að misskilningnum sem að vera það eina sem að við áttum umfram þau. Já, þú ert algjör nýhilisti, þá orður þetta svona. En gervigrindin er náttúrulega ekkert sérlega klár. Ekki ennþá, en ég trúi Steini. Hún er orðin alveg rosalega Ég klár. trúi Steini. Hún er klár í bókhaldi. Já, hún er bara klár í Miklu meira. Hérna, bara eftir augnablik, svona innan svona 2-3 mánuða, þá getur þú bara verið með svona personal assistant í símanum þínum og hann er algjörlega búinn að kortleggja og lesa þig og því finnst hann skemmtilegur. Hann skilur húmórinn þinn, segir þig brandara sem þú hlærð að og segir við þig, heyrðu Kristín, manstu eftir þessu? Og þú bara, hvað meinarðu? Láttu ekki svona, manstu alveg eftir þessu. Og það er bara komið svona interaktion við þig og þetta er bara orðin vinur. Hvað gerum við þá? Þetta er eins og gervigrindin sé... Nei, ekkert eini vinurinn, og bætið út eftir að hringja konaðinn og ammæli á morgun, ekki lendi í því sem þú gerir og einhvern veginn farin að bara interakta við bara alveg eins og góðu vinur. Venjulegt fólk getur sérst eignast svona aðstofmann svipað á ráðherrarnir hafa og ég hef séð hérna ráðherra með aðstofmanni sínum og það er eiginlega svona ömurlegasta amöbulíf sem að hérna maður við séð. Já, því þá er eitthvað manneski sem á allt undir einhverjum öðrum. Já, það er ekki heldur gervigrindin. Þú tekur alltaf fagnandi og þú hittir hann hérna frammi og þú spyrir hann hvernig stóð ég mig þættinum. Alveg frábær Steina. Þú leist svo vel út og svona. Þú verður með svona og þú verður eins og þið eru búin að tala hvað stjórnmálin eru alheimsk. Meðal annars eru þið svona alheimsk. Og þinn assistent segir, þú sagðir auðvaldið ekki nógu oftur í þessum þætti. Þú vanur að segja það 35 sinnum. Þú sagði það bara 12 sinnum. Gervigrind sem er alltaf að skamma því, svona Jewish mother. Að sjálfsögðu. Ég er svona manneskja sem vill debatt. Þá var auðvitað mín, minna... Steina, þetta fitna, þetta var svona þessu. Já, auðvitað vil ég það. Ég meina talandi Carbfix, ég held fyrst þetta var eitthvað svona kolvetnabanni. Sko, vitið hvað? Bara þú drekkur eitthvað vítinsót og það bara brennaði upp kaloríurnar. Ég held að... Þetta er betra nafn á kolvetnabruna heldur en kolefnabrunara. Já. Briljant. Sko, þú varst að tala chip í heilan. Ég held... Ég er ekkert svona hrædd við þetta, sko. Nei, ekki heldur. Ég er það ekki, sko. Það er það sem ég er að fara að segja. Ég held að einhvern tímann í ókominni framtíð, kannski ekki eftir 5 ár, en kannski segjum 10-20 ár, að þá verðum við komin með miklu meiri stjórn á heilabúinu út af gervigreind. Af því að gervigreind nær að hugsa miklu hraðar og setja meiri samhengi á ógnarhraða heldur en að við náum bara sem vísindamenn í læknavísindum. Þannig að við verðum í raun og veru búin að finna út að við getum haft svona eins og eina prívat heilastöð sem er bara eins og útvarsstöð. Þannig að það sé þannig, það þurfi ekki chip í heilan. Ég er að taka einu skrefi lengra. Það sem við náum í raun og veru bara að vera með heila, eitthvað sko, bara part af heilanum, sem er okkar partur af heilanum, sem er í raun og veru pínlítið það sem að sko karakter er. Já, bara tengjast alheimstíðninni, það sem öll vitneskjan er. Já, nema það við séum núna bara með, það sé bara útvarsstöð sem að láta okkur vita af öllu, en við erum meðvituð það og við getum prógramerað hana. Hafið þið aldrei lagst á kottan og vaknað með lausnina í höfðinu? Jú, alltaf. Já, hvað er það? Hvað er það?
Það bara þið að sækja alheimsviskuna og allt sem hefur verið reynt og prófað og þeir eru bara komið með það að mótni til. Svo sopnar aðeins aftur og svo vaknar og búin að gleyma því og það allt ónýtt. En spáir það? Bara heimurinn kvikur, þannig að sannleikurinn núna, hann ekki sannleikurinn. Sannleikurinn uppgötun svo fegurðin. Já. Spáið hvað þetta fallegt að hugsa sem listamaður heilastöð jafnt og útvarsstöð af því að þannig ertu komið með þessa stöð. Sko, ég lenti í daginn mjög fallegt. Ég var á Facebook og svo var svona komið upp tímin eitthvað svona svona vídeo af svona marki sem að Messi hafði skorað og ég ýtti óvart á þetta og hugsaði Jesus Krist. Síðan búið að dælast yfir mig einhver mörk sem að Messi hefur skorað. Hvað hann góður við alla og vitnisburður fólks hvað hann góður og hvað þessi Ronaldo raunverulega lási gaur. Þetta verður chippið sem verður í heilanum. Allt í einu ég kannski að labba einhvers staðar og horfi kannski á rass á konu og bara fyllist heilin á mér á rössum. Þetta það eina sem að gervigreind getur gert. Vegna þess að hún hefur ekkert ímyndunarafl. Jó, hún hefur gríðarlegt ímyndunarafl. Hún veit, hún bara getur rifjað upp það sem hún hefur áður séð. Gunnar Smári, þú bara greinilega ekki búin að lesa nógu mikið gervigreind. Þú ert að lýsa ég ætla bara að setja þetta tippið í strax á morgun. Svona endar þetta líka. Að hann satt einn eftir og áttaði sig á því að þetta var allt sem var búið að yfirtaka. Hann var meðal zombía. Við erum öll vélmenni sem situm hér við hliðir. Nei, ég meina. Svo endar þetta þannig að þessi þáttur verður bara AI sem verður að tala. Og svo verður AI að horfa líka. Já. Þetta eins og fyrir ekki þegar þú varst eftir því þegar það var þetta fjölbreytta ljóð. Það var rosa erfitt að fá útgefið ljóð. Svo kom letuprent og maður gæti farið með ljóðin. Það var allt í einu voru bara allir að yrkja ljóð en enginn eiginlega að lesa. En heldur að gervigreindin geti ekki verið spontant? Skapandi? Jú, ég held að þetta er mjög spontant og mjög skapandi. Og óvænt. Veitu hvernig gervigreindin uppgötvaðist? Það var þegar einhvern datt í huga að vera hægt að búa til gervigreind. Þá var hún til. Já, það var til í haustum. Ég meina, gervigreindin alltaf bara búin að vera til frá því að tölvurnar voru til, sko. Herðu, gaman að fá okkur. Já, frábærlega skemmtilegt spjall. Já, þetta var mjög líflegt. Gaman að vita að við erum með mikið af gervigreind sem að horfa og sem að mun segja okkur hvernig við gekk. Skam okkur kannski. Já, einmitt. Við þökkum fyrir okkur hérna á Framsöðinni. Small talk heimsendir, það hefur aldrei verið jafn gaman að tala heimsendir. Nei, það bara gaman að tala saman. Mér finnst það. Mér finnst við gera allt og lítið af því og það gott. Kannski hlusta meira? Kannski hlusta meira? Já, og hlusta hvert á annað. Það skemmtilegt, þú veist. Þetta búið ótrúlega gaman og mér líst svo vel á hana Carbfix-kúr líka. Ég ætla á hann. Hvert að sóta? Nei, þú hellir bara skítu upp. Þú tekur vatnið úr vaskinum, bara uppvöskunarvatnið, eða þú ert ennþá að vaska upp, svo drekkur þú það og þá bara brennur það af því kaloríurnar. Skilurðu og þú skilar því og það verður steini. Já, það er ógeðslega flott. Þetta er svo að drekka sóta? Steinun? Já, steinun. Já, einmitt. Það affarsefnið. Já, og svo getur þú sett þetta á bílinn þinn og keyrt af stað. Já. Hörðu, Kristín Heiða og Kristín kærar þakkir. En Steinun, þú ert ekki búin í vinnunni, þú verður áfram. Ég verð áfram. Og við komum hérna eftir augnablik aftur. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is